Við gerum ráð fyrir að verðbólgan nái hámarki í rúmlega 3% á þriðja ársfjórðungi þess árs, sem er prósentum meira en við spáðum áður, og verði við 3% fram á fyrrihluta næsta árs. Og þá taki smá saman að hjaðna. Þessa horfur, bæði verðbólguhorfur og efnahagshorfurnar almennt, eru náttúrulega mikil óvissa. Við fjöllum ítarlega svona það sem við teljum helstu óvissuþættina í spánni í peningamálum. Það fór aðeins langt og það er búið að nefna Icesave-deiluna og hvaða áhrif það hefur. Við einfaldlega vitum ekki hvað mun gerast. Þannig að óvissan hefur aukist að því leytinu til. Það er töluverð óvissa Gengishorfur er eins og alltaf mjög óvissar. Icesave-deiluna er búið að nefna. Óvissun áhrif hennar og afnám hafta getur haft þrýst gengi krónunnar niður til skamms tíma. Það var einnig farið vandlega yfir áætlunum losun gjaldeyrishafta sem að skiptir gríðarlega miklu máli hvað varðar aðgang ríkissjóðs að lánsfé vegna þess að svo áætlun miðar að því að tryggja það að skammtíma skuldbindingum við erlenda aðila verði breytt í langtíma skuldbindingu við innlenda aðila að mestu leyti sem að styrkir auðvitað stöðu ríkissjóðs og